Góðan daginn. Í þessari leksíu ætla ég að sýna þér Immersive Reader frá Microsoft og hvernig getur gagnast okkur. Ég er hérna með Microsoft Edge vafran og ég er að nota Macintosh tölvu núna. Immersive Reader er innbyggður í Microsoft Edge vafran. Ég er hérna á síðu sem að fjallar TikTok og þeir sjá það er alveg fullt af auglýsingum á síðun og alls konar svona efni. Nú ætla ég að ræsa Immersive Reader og ég geri það með því að sjá það að ég fer hérna í það sem að vefslóðin að þá sjá það að það er svona tákn hérna, Enter Immersive Reader og ég smetla á það, þá ræsi ég þetta upp og sjá það að þetta er sama vefsíðan og hún er reyndar óþekkjanleg, þannig að þetta er bara textin á vefsíðunni. Smetli hérna til dæmis. Þá get ég valið hérna read aloud og ég ætla að velja það. TikTok Family Safety Mode gives parents some app control. Image copyright AFP. TikTok is introducing a new family safety mode designed to give parents tighter control over teens' mobile phone habits. It will let parents link their own TikTok accounts to their child's and turn features on and off remotely. That includes a restricted mode that tries to filter out inappropriate content and turning off messaging. Ég tók þarna einhverja síðu frá BBC sem fjallaði TikTok. Ég ætla að benda ykkur á að það eru svona voice options. Þar get ég valið hraðan á röddinni og ég get líka valið hvers konar rödd vil hafa. Það er alls konar enskar raddir. Meðan annars get ég sett þetta á svona ensku með indverskur hreim og svo framvegis. Ég geti líka valið read aloud, text preferences og ég ætla að velja það núna og ég var búin að stilla þetta á svart þema en ég geti haft alls konar öðruvísi þema sem að mér þætti þægilegast að lesa. Ég get haft lengra á milli stafa líka og ég get haft stærra letur og svo framvegis. Það er líka hérna grammartúl þannig að ég get látið sjást til dæmis allar sagnorð sjást rauð og þá haka ég þarna við.